Vox, þátturinn okkar með Ragga heitir Meistaramatur og við erum núna að reyna að tækla allan bæinn að finna einhverja meistara. Við erum komið með Eyja Peyjan og stórvinn okkar, landsliðsmann með meiru, Sigurfriðrik Gíslason. Hvað ætlað þú að gera fyrir okkur hérna? Herru, við ætlum að vera svolítið á þjóðlögunótunum og fara svolítið inn í sumarið með pomp og prakt. Við ætlum að gera svona grafningu sem er kannski með áhrif svona ceviche, svona sem er svona pækilgrafið. Þú að hafa þetta á mannamáli, skilur. Ceviche, þú ert að meina að þú elda þetta í sýrunni. Já, við erum að elda þetta í sýrunni. Glæsilegt. Siggi, hann er alveg meistarakokkur, er búinn að ferðast út allan heim. Hann er búinn að meta alls konar matreiðslu, en hann er svona hrifinn af norrænu eldhúsi. Já, ég er mjög hrifinn af því og það er svona það sem við gerum hérna. Það sem ég ætla að gera, ég ætla að nota hundasúrur sem bara hægt er hreinlega bara pikka út og við ætlum að grafa lúðuna í því. Já, það er það sko. Við notum jurtir í þetta. Við ætlum að... Þú ert að fara að gera marininguna núna? Já, við erum að gera marininguna. Ég seti hérna hundasúrur í þetta. Ég er með kerfil. Það er þetta að tína íslenska kerfil, það er þetta að tína íslenska hundasúrur. Nákvæmlega, og estragon er rosalega gott í þetta. Og síðan erum við með í alla grafningu. Þarna notum við hugmyndina frá graflaxinu sem við þekkjum, dillinu og hérna sykrinum. Það er svona íslenskari útgáfa. Já, graflaxinn var stólinn á með frá, var ekki Svíþjóð eða Noregi? Jú. Þú ert búinn að gera hérna íslenskan. Við ætlum að íslenska þetta. Já. Það er töluvert af salti sem við fáum í þetta. Saltið náttúrulega bindir aðeins saman í fisknum, ekki? Já, töluvert af því. Síðan er ég með 1/3 sykur og þá er þetta bara í raun og veru grafningin nokkuð komin. Góð olía? Góð olía, annarkvort ólífolía eða jafnvel sítrónolía sem hægt er að fá svona í betri mörkuðum í dag. Þetta er náttúrulega, gert náttúrulega að fá svona móti sýrunni í hundasúrunni. Já, og það sem við gerum í raun og veru öðruvísi með þetta verður ekki svona hefðbundið graflax. Þetta er minna salt í því, við látum þetta ekki eins og ef við verðum að gera graflax þá verður við svona með þetta cirka í sólarhring í grafningunni í saltinu. Já. En hérna erum við bara með þetta mjög létt grafið. Þetta er ekki geymslað fyrir það, þetta er svona alltaf bara að fá besta bragðið. Fá besta bragðið. Mér líst vel á þetta. Nú blendum við þetta bara hérna saman sko. En þú sagði, sko, fólk sem er ekki með steypurhrærivélar heima á sér, þú notar þetta í eldhúsinu, þá væri þetta að nota Moulinex eða matvinnsluvél. Og til þess að grafa lúðu, þá þurfum við lúðu. Og hér er hún, við fengum þessa nú bara hérna út í fiskbúð. Getur þú sagt okkur aðeins svona hvernig þú velur svona flottasta fiskin? Þessi svona stífur og... Já, hann þarf að vera stífur og glansandi. Hann þarf að vera svona skemmtilega glær. Stundum kemur lúða svona eins og hún sé hálf soðin. Ég myndir ekki mæla með henni. Já, hafa hann búin að liggja kannski í einhverju vatni? Já, það er eitthvað svona, eitthvað svoleiðis. Þessi réttur sem við erum að gera náttúrulega eins og þegar við gerum fennisalati eftir og setjum hann allan saman, þá er þetta alveg, þú getur nota lax og þú getur næstuði nota hvaða fisk sem er sko. Ég myndi kannski ekki mæla með hlýra eða steinbít, það er of feitur fiskur í þetta, en þessi er svona hægur. Alla þessar fiskar sem eru svona algengir í, eins og sushi og sashimi. Já, einmitt. Það mætti gera þetta við hörpuskel. Þannig að hérna erum við með lúðuna. Það sem ég ger einfaldlega núna er bara að skera þetta hérna í. Það er beinagarðurinn í miðjunni líka. Beinagarðurinn í miðjunni alla leið. Kekk hann bara. Og það sem við gerum núna er í raun og veru afskaplega einfalt. Við erum með grafninguna sem við vorum að gera. Hún er græn og falleg sko. Græn og falleg og hundasúrurnar. Það sem þetta gerir náttúrulega er að þetta kemur til með að elda fiskinn svona örlítið sko. Hvað hefur þú prófað að nota hundasúrurnar í annað? Hefur þú verið að nota þetta í deserta? Já, í deserta er alveg gjörsamlega frábært. Ég er með hérna, ég er að verið að smakka á eftir hundasúru sorbet. Það er bara eitt sá besti sem hægt er að nota. Það var allir lent í að vera ekkert út í máa og maulaða hundasúru en að geta blandað þér saman við fyrstaflokk matreiðslu sem er hér. Það er nú ansið skemmtilegt. Já, það sem við höfum gert líka eins og með þessi ís, þá maukum við hundasúrun alls og við erum að gera hérna. Setjum sykur og eggjahvítur og hrærum í því á klukkutíma fresti inn á fristir. Hérna erum við með grafninguna. Þetta þarf að liggja í svona hálftíma myndi ég mæla með allavega. Þannig að brauðin fá að komast inn og lita fiskinn aðeins líka sko. Svo þú býður mig bara upp á eitt kaffi og svo kíkjum við á þetta eftir? Já, ég stöla það, gera það. Siggi, hvað ætlar að gefa með þessari lúðu? Ætlar að fræða okkur um það? Já, við ætlum að gera fennelsalat á eftir og ég ætla að pósunera egg sem er rosalega gott. Hvað þýðir pósunera egg? Pósunera egg er hálfelda? Hálfelda egg. Ok, hvernig gerum við það? Ekki í skurninni. Ok. Þá er ég með bara venjulegt egg hérna. Ég er með hérna bara vatn við suðu, ekki sjóðandi. Ég sett sýru út í það
eins og til dæmis það má vera edik og ég set bara í þessu tilviki sítrún út að ég er með hana hérna við hendina. Þannig að það sem ég gerir bara í raun og veru, ég kem smá snúning af vatni hérna og smá læti, smá hasar og svo einfaldlega bara brýti ég það hægt út í sko, bara svona. Það gerir sýran að verkum að ekki haldist svona. Það helst flott ofan á. Þetta er rosalega gott, þetta notaði ég eiginlega sem sósu á fiskinn. Þannig að við tökum þetta til hliðar. Siggi sagði við okkur hérna, hann er búinn að margprófa þetta þar, hann eldar til 4 mínútur. Það er akkurat 4 mínútur sem þetta þarf. Það er að segja ef vatni síður ekki. Og það verður samt að vera við suðu. Það viljum hafa þetta svona aðeins lekandi í miðunni. Aðeins lekandi í miðunni. Það er sósan. Þannig að hérna erum við með hundasúrugröfnu lúðun okkar. Hún er orðin mjög flott hérna og á eftir að virka mjög vel. Þetta er svona allavega gyrnilegi litir, já. Já, þetta eru fallegir litir. Þannig að við tökum hana hérna, hún er aðeins farin að vera svona harðari út af saltinu og aðeins byrjuð að elda út af hundasúrunum, sýrunni í þeim sko. Þannig að þetta sker ég bara hérna niður í bara svona fallegan bita. Þetta gæti náttúrulega verið forréttur eða aðréttur. Forréttur eða aðréttur. Ég mæli svolítið með þessu, svona, þetta er rosalega skemmtilegur réttur á undan grilli eða þú veist að fara að grilla fallega nautasteik. Síðan er þetta komið svona, þú ert búinn að setja salt á þetta, þú ert búinn að setja í raun og veru alla kryddun. Núna þarftu að elda þetta í svona cirka mínútu á 150 gráðum ofni. Og þá er rétturinn tilbúinn og þá þarf að setja hann saman. Glæsilegt. Það hendur sem það. Eggið er búinn að vera núna, hvað er, svona 2 mínútur? Það er búið að vera í, já, 2 mínútur nákvæmlega. Ok, þá hefur við bara að finna einhvern fallegan disk til að setja upp á og ná í pönnusalat? Meistari Siggi með frábæra diska fyrir mig. Það er orðið svolítið mikið svona flott á svona veitingastöðum hvað diskar er að skreita matinn. Ekki að loka á? Jú, frábært. Takk. Já, við erum að nota eins og hérna. Það er skemmtilegt upplifelse að vera með diskinn hérna og fá opnan. Margt hægt að gera í þessu eins og þekkir náttúrulega best upp í grilli sko. Hérna, þá erum við fiskinn hérna og gesturinn færir með það. Þannig að fólki sem er að safna stellum er ekki líka gaman, bara eiga nokkar sikkur að það fær ekkert allir að vera stíl. Nei, við höfum að gera bara. Svona, eitt réttur í ömmustellinu. Við gerum það stundum viljandi hérna frammi sko, hérna, ef það er stórt borð þá er einhver einn sem fær alltaf þessi disk. Já, það skapar svona stemningu. Já, skapar stemningu. Svo spyr hann, hvað akkur fæ ég svona disk? Þá bara segir maður, bara svo þið hafið eitthvað að tala um. Jæja, nú er ekki tilbúið Bjarni. Þetta lítur hans vel út hjá þér, ég segi ekki hana. Hérna þarf maður að alveg vera ofur varkár. Hérna er eggið. Það er alveg svona smá húðaði en maður sér alveg að það er svona fljótandi með henni. Ég set salt ofan á þetta. Þá er henni sko eggjarauðan orðin svona eins konar sósa, eða ekki? Jú, eggjarauðan er sósan á hann disk. Salt og pipar. Salt og pipar ofan á. Nú er þetta nokkurn veginn tilbúið og nú skulum við bara raða saman disknum. Lúðan er inn í ofni. Lúðan er inn í ofni. Ok. Fennisalati tilbúið. Þetta er svona fallegir litir í fennisalatinu. Rauð eggjarauðan. Þetta er svona svolítið nammilegt ef maður myndi sleppa þannig. Já. Þetta er alveg óbúslega skemmtilegur réttur. Og líka bara svo í raun og veru rosalega einfalt að búa þetta til. Salati getur gert töluvert áður. Ég hef aldrei fengið að vinna hérna Vox. Fæ ég að taka fiskinn út það? Já. Við verðum ekki að treysta ykkur grillurunum fyrir því. Heyrðu, þá er lúðan búinn að vera 2 mínútur hérna inni. Sjóða þetta heitt allavega. Þannig að svona lítur þetta út núna. Hún er svona aðeins farin að, maður sér að hún er mjúk í miðinu. Hún er mjúk í miðinu. Mér finnst rosalega nauðsynlegt, sérstaklega með lúðu, að elda hana lítið. Að taka hann út rétt áður en maður heldur hún sé tilbúin. Og græni liturinn er góður hérna. Þú ert náttúrulega búinn að grafa þennan fisk, að þú getur alveg leitt þér að gefa hann svolítið svona. Alveg tímalust. Grafningur er náttúrulega eldin á þér. Já. Þannig að svo leggjum við þetta upp hérna bara. Bara fallega ofan á. Tökum eggið, sem er sósan á hérna rétt. Leggjum þetta hérna. Þá er rétturinn í raun og veru tilbúin. Hvað segir þér, líst þér á þetta hérna? Þetta er aðeinslega. Það sem við gerum hérna á Vox líka, við setjum, það er gott að setja brauðkruður á þetta, fá svona... Já, áferð. Já, áferðina þessu, krönsi í þetta. Ég ætla að gera það hérna. Hérna tókum við einfaldlega maltbrauð, steiktu það í smjöru þangað til að það var orðið stökkt. Þetta er svona tenging við þessu íslensku matreiðslu þegar þið eruð í. Já, þessu norrænu matreiðslu, já. Og þá er þessi réttur nú tilbúinn. Herri, þetta er ansið gyrnilegt. Þá er þetta bara klárt. Glæsileg hundasúru lúða að hætti Sigur Friðrik Gíslasonar, heljarkokks.
Gaman að fá þig, fleiri meistarar koma síðar og þú kannski aftur. Þá segir við bara klár.